Já, Kristján, stig gegn Frökkum, þið áttu að vera bara nokkuð sáttir með það? Jú, bara mjög sáttir. Þetta mjög gott að fá stig á móti svona góðu liði. Heimavelli, maður vill öll 3 stig en við fengum kannski ekki sénsinn til þess að gera en já, það verið gaman. Já, þú kemur inn og skora, lítur að vera heimilífandi með það? Já, það er geggjað. Fullu völlur, það er ekki geggjuð tilfinning, bara sérstaklega út af því? Bara að heyra í stuðningsmönnum þegar maður skora, það er bara, geggjað. Annars bara ykkur leikmönnum, þið voru bara, frekar yfirvegaðir inn á völlunum í dag, leið bara vel, maður mata alltaf þannig. Já, náttúrulega völlurinn er mjög góður, þannig að það er að spila mjög góðan fótbolta á þessu velli, þannig að mér finnst þetta bara mjög gott lið, þannig að það var mjög gott. Komum Frakkarnir eitthvað óvart í dag? Þeir voru náttúrulega bara mjög góður líka. Þeir heldur náttúrulega meira í boltan en við, en kannski fekk ekkert of mörg færi en þóttur að við alveg getum skorað fleiri, það var gott að hafa góða markmann með sér líka. Já, nákvæmlega, og mikið hrósum mitt á okkar lið, bara hversu fá færi þeir fengu, sérstaklega í fyrra áleik, það var alveg lokað á. Fannst þér eitthvað vant upp á þessum kafla í seinni áleik, þessum 20 mínútna kafla sem þeir snúðu sig við? Erfitt að segja, náttúrulega þegar þú spila á móti svona góðu liði þá svona moment getur komið þar sem þeir eru aðeins meira með boltan og fá fleiri færi en ég held að það var bara geggjað að koma tilbaka og ná í stig. Hvernig horfði framhaldið við þér? Bara hjá úti þá í tvenni. Já, bara síðustu tveir leikirnir, bjartsýnn á að komast áfram? Já, það er bara úrslitaleikir, við þurfum bara að vinna þá. Frábært, takk. Takk fyrir.